Já, góðan dag og ég býð ykkur hjartalega velkomin til þessa blaðamannafundar HSI vegna heimsmeistaramótsins núna fyrirhugaðir í janúar, þetta byrja nú bara eftir viku. En við ætlum að byrja á því að kynna til samstarfs nýjan aðalstyrktaraðila HSI sem hið alþjóðlega netverslunarfyrirtæki Boost og við munum undirrita samning þess efnis hér. En munum byrja á því að sýna hér myndband til kynningar, hvernig búningur lítur út. Og gamla. Við bjóðum Boost, velkomin. Ég vil bara segja fyrir hönd HSI árum við undirritum þetta að við erum afskaplega stoltir á okkar nýja samstarfsaðila. Þetta raunur í lýsi stöðu handboltans á alþjóðavísu að við séum konum með samstarfsaðila og styrktaraðila sem erlend fyrirtæki sem í alþjóðlegum viðskiptum og við hlökkum mikið til samstarfsins og raunur sýnir styrka stöðu landsliðs okkar á alþjóðavettvangi. Þá myndi ég vilja bjóða Jón Björnsson að koma hér fyrir hönd stjórnar Boost og kvitta undir samninginn. Nú, þá bara gef ég Guðmundi orðið svona að loka skrefin í undirbúningnum á mótinu og hefst þetta eftir bara nákvæmlega viku. Já, við erum búin að æfa 4 sinnum núna undanfarna í þessari viku sem sagt og ég finnst nú æfingarnar hafa gengið bara nokkuð vel. Það hefur verið lögð mikil áhersla að ná vörninni saman og við erum náttúrulega búin að funda mikið líka og skoða sjálf okkur og þetta svona á réttri leið, við erum ekki komin alla leið ennþá með þetta en það undirbúningunum ekki lokið. Framundan eru 2 mikilvægir æfingarleikir í Þýskalandi til þess að svona, hvað var að segja, já, vinna í ákveðnum hlutum og við ætlum að nýta þá vel eins vel og við getum. Það eru þetta móti frábæru liði sem til alls líklegt á þessu móti þannig að við fáum nú mjög verðugan andstæðing sem að geti nú farið mjög langt á þessu móti en þannig að það verður virkilega gott verkefni fyrir okkur að glíma við. Stefnan hjá mér að nota allan hópinn í þessum 2 leikjum. Það verður svona smá áherslu, kannski munur á því hvernig ég stilli þessu upp og en að enga síður þá stefnan svo að nota allan hópinn í þessum 2 leikjum og og eins og ég segi, við fáum mjög sterkan andstæðing að glíma við, bæði varnarlega og sóknarlega og þar munum við sjá svolítið hvar við stöndum og þannig að já, svo sem ekki meira að segja það auðvitað, svo bara þessi leikir framundan sem að þið sjáu þarna á skjánum og fyrir okkur, eins og ég bara sagt, að það mikilvægt að við einbeitum okkur að verkefninu þannig að það bara 1 leikur í einu og þetta eru mjög krefjandi leikir. Það held ég viti bara allir sem að hafa þekking á handbolta og gera sig grein fyrir
Portúgal búin að fá inn í liðið sitt núna menn sem voru ekki með í fyrra og þannig að þær eru með mjög gott lið og við þurfum að virkilega undirbúa okkur vel fyrir þann leik og fókusin okkar númer 1 á þann leik þó að við séum að kíkja Ungverjana svona með. Kórea kemur síðan á síðari stigum og við erum svona ekki að eyða miklum tíma í Kóreu núna. Þannig að þetta nú bara staðan og við erum fullir tilhlökkunar og eins og ég segi, við hlökkum mikið til að takast á þetta verkefni. Einhverjar spurningar? Ágúst Elí ekki lengur inn í hópnum, hvernig olnboginn á Viktori Gísla? Já, það alveg rétt. Ágúst Elí fer ekki með okkur til Þýskalands og þannig við förum með 18 menn. Olnboginn á Viktori Gísla bara fínn. Það allt komið í lag með hann eins og staðan í dag. Þannig að hann finnur ekkert fyrir neinu og þannig að hann bara klár í slaginn, alveg algjörlega. Nú, ef það ekki fleiri þá langar mér að kynna líka sko að liðið, það heilmikið vinna í kringum liðið og margir sem að leggja hönd á plóg og við erum með eins og þið kannski vitið náttúrulega og vitið náttúrulega að Gunnar Magnússon aðstoðarþjálfari og Ágúst Jóhannesson og síðan í læknateyminu Brynjólfur Jónsson, Örnólfur Valdimarsson og Elís ég sé ekki alveg á skjáin þarna sko og Jón Guðmundsson. Síðan liðstjóri Guðni Jónsson, síðan Kjartan Vító markaðsmaður og Kristján Orri sem hvað við kallum social media maður en hann fylgir liðinu allan tíman og mun segja fréttir, svona innri fréttir af liðinu. Og síðan í farastjórn líka Róbert Gíslason sem framkvæmdastjórinn sem ber nú höfuð og herðar yfir þetta ásamt mér og síðan Reyni Stefánssoni varaformanni. Þannig að það stór hópur á bakvið liðið og saman vinnum við þetta allt saman. Nú ef ekki fleiri spurningar þá getum við tekið hér viðtöl á eftir og ég segi þessu þá annars lokið. Takk hérlega. Við bjóðum Boost velkomin.